Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hér í dag? Já, ég bara er að mótmæla þessum fárlegu brottvísunum og bara enn einn brottvísun sem er bara galinn, sko. Þegar hann á fósturfjölskyldu hér og hann vilja allir hafa hann hér. Hann vill vera hérna áfram, af hverju má hann ekki vera áfram? Halda sínu lífi hér áfram. Þú eru oft talað íslensk gildi. Ber þetta vottum með íslensku gildin? Alls ekki. Þetta er bara mannvonska, 100%. Þannig að vonandi verður bara hætt við þessu brottvísun hið snarasta. Finnst þér að dómsmálaráðherra mætti láta svona fastara að sig kveða í þessu málaflokki? Hún mætti kannski taka smá uppbyggju? Já, heldur betur. Þetta er ekki rétt leið til að fara. Sérstaklega sem móðir. Þegar þú ættir að vita betur sem móðir og sem manneskja, þá er þetta bara ekki lagi, sko. Alls ekki. Ertu til í að segja mig hvað heitir? Ég heiti Sigrún. Sigrún. Hæ. Af hverju ertu hérna í dag? Vegna þess að mér finnst bara fáránlegt að það geti ekki verið nein heilbrigð skynsemi í málefnum flóttafólks á Íslandi. Hvað þá málefnum barna á flótta. Það er algjört rugl, við erum löngu búin að lögfesta barnasáttmálann og ef hann hafa eitthvað vægi, líkt og bara eins og alvarlega staðan er hjá alþjóðalögum í dag, ef það hafa eitthvað vægi þá verðum við að bera virðingu fyrir því. Við skulum bara gjöra svo vel að gera það strax. Finnst þér að dómsmálaráðherra hafi, mætti sína svona meiri mildi í þessum málaflokki? Já, hún mætti svo sannlega gera það vegna þess að forverar hennar hafa verið heldur grimmir og ef hún ætlar að reyna að sýna fram á það að hún ætla að falla frá þeirri stefnu þá er þetta kjörið tækifæri, ekki langt liðið af kjörtímabilinu og þetta bara, nú er bara dugað að drepast. Þar að ekki vil ég líka bara koma inn að það að hún er ekki yfir gagnrýnin hafin. Fyrir nokkrum dögum var Albert Lúðvíksson lögmaður að gagnrýna fyrir meinta vanþekkingu í mansalsmálum. Hún var mjög fljót að fara í fjölmiðla og bregðast við því, heldur illa. En maður hefur ekki heyrst neitt frá henni varðandi þetta mál, þannig ég vona að hún bara gera það sem fyrst. Og krafan hér í dag var að fyrir skrifstofu tíma í dag, þá yrði gerð breyting á og Óskari yrði leyft að vera. Ertu vongóður að þetta muni gerast? Náttúrulega maður hefur verið að vinna í svona málum í 12 ára tíma og ég gerir mig aldrei neina vonir. Já. Má ég spyrja þig kannski hvað það heitir? Ég heiti Birgitta. Og af hverju ertu hérna í dag? Ég er að styðja Óskar af því að ég er, eins og ég segi, orðin íslenska amman. Hann er verið mikið hjá okkur og við elskum hann öll. Hann er dásamlegur drengur og bara tekur bara inn í hjartað að hugsa meðferðina. Og hvernig þetta á að halda áfram, það gengur ekki. Finnst þér þetta vera svona, til marks hinn íslensku gildi að koma svona fram við fólk? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég myndi bara segja að í þessum málaflokki er kannski eitthvað verulega mikið af. En það er það sem ég vil segja þetta, vegna þess að aftur og aftur er maður að horfa upp á svona. Og í hans tilfelli þá er þetta nú einum of. Þessi elsku hjartans Óskar. Hann er svo yndislegur og allt gott skilið, sko. Og þið eruð vongóð að það verði hlustað á ykkur? Ég vona bara að fólki sjáu réttlætið í þessu og auðvitað fara allir eftir lögum og reglum en kærleikurinn og réttlætið hans vegna og barnasáttmálinn, ef hann er hafður að leiðarljósi, þá ætti þetta að ganga upp. Flott. Takk fyrir þetta. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hérna í dag? Já, ég er eins og bróðir hans, Óskar. Ég er sonur Sonju og Svavars og Óskar hefur búið hjá okkur í alveg 1,5 ára eða eitthvað. Er Óskar hættulegur? Nei, alls ekki. Hann hefur alltaf verið góður við mig bara eins og ég sé bróðir hans. Hann er með í fjölskyldumyndum og hann kemur með okkur út í sveit og í útilegur og við erum alltaf að spila leiki saman og borðspil og hann er bara eins og besti vinur minn. Og finnst þér ekki skrítið að einhvern veginn hann skuli ekki fá leyfi til þess að bara vera? Jú, ég skil þetta ekki. Mér finnst þetta mjög skrítið. Hann er ennþá barn
og hann er jafnaldra mér og mér finnst það ósanngjarnt. Já. Ertu hræddur hann? Já. Ég veit að ef hann fer til Kólumbíu þá gæti hann dáið. Ég vil að hann verði áfram hjá okkur. Ertu til ég að segja mig hvað það heitir? Ég heiti Sindri Arnar. Takk fyrir þetta. Af hverju þið eruð hér í dag? Við erum fjölskylda hans Óskars. Svavar og Sonja eru foreldrar okkar og hann er búinn að búa heimi á þeim í 1,5 ár og hann er bara orðinn partur af fjölskyldunni. Og svo erum við líka hérna bara því að þú veist, þetta er galið. Þetta er einhvern veginn galið að sé, sko, ef það er ekkert að vernda börn á Íslandi, hvar þá? Að það er bara, þú veist, þetta er mannréttindi að fá að búa í öruggu húsnæði við öruggt skjól og það er galið að vera að senda saklaust barn aftur í óöruggt umhverfi. Mér finnst það bara út í hött. Hafið þið fengið ykkur viðbrögð frá dómsmálaráðherra eða ráðuneytinu? Nei. Ekki hingað til, nei. Nei. Og ég skil ekki, Þorgerður Katrín talaði fyrir mannúðlegri stefnum í útlendingamálum. Þannig að ég var bara mjög til að sjá það gerast. Og ég hef rosa mikla trú á þessari stjórn. Þannig að nú er bara að sjá og nú er bara að láta verkin tala. Eru þið með áhyggjur af honum? Já, frekar miklar. Já, ef hann verður sendur aftur. Já. Og ég get ekki ímyndað mér, ég á 2 börn sjálf. Þú veist, ég get ekki ímyndað mér þau í þessari stöðu að vera að senda eitthvað þangað sem að þau þekki ekki neitt með að búa á einhverjum fósturheimilum með vitandi það að það sé eitthvað glæpagengi sem að vilja mann feigan. Þetta er bara eitthvað svona martröð sem ég bara skil ekki að nokkur manneskja getur tekið ákvörðun að láta rætast. Það er óskiljanlegt. Má ég spyrja ykkur hvað þið heitið? Stefanía. Steinunn. Svavarstætur. Takk fyrir kærlega og gangi ykkur vel. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hérna í dag? Bara standa með mannúð. Það er svona ástæðan fyrir því. Og mótmæla þessari brottvísun á saklausu barni. Finnst þér að dómsmálaráðherra mætti gera betur í þessum málaflokki? Já, það hafa verið ákveðnar dyggðaskreitingar að mér finnst frá flokki dómsmálaráðherra. Bæði fyrir kosningar og eftir kosningar. Og ég sé litla breytingu á stefnu ríkisstjórnar sem var fyrir. Þannig að mér finnst þetta svona, hvað segir maður, action speaks louder than words og það að þau sé að halda þessu til streitu finnst mér stórundarlegt og ég bara vonast til að þessi samkoma í dag muni hafa áhrif á það ákvörðun sem verður tekna og þau hafa lítinn tíma, þetta á að gerast í kvöld. Kom þér óvart hversu margir mættu hérna í dag? Já og nei. Þetta er bara málstaður sem ég held ég sé mörgum nær. Börn á flótta undan ofbeldi er eitthvað sem held ég snerti við mjög mörgum og var bara mjög fallegt að sjá samstöðuna sem var hérna í dag. Ertu til ég að segja mig hvað það heitir? Daniel Þór Bjarnason. Takk kærlega fyrir. Jæja, nú er ég hér stödd með fósturforeldrum Óskars. Hvernig leggst dagurinn í ykkur? Nú er fyrirhuguð brottvísun í kvöld. Þið afhentuð undirskriftalista núna rétt í þessu. Hvernig líður ykkur? Okkur líður náttúrulega bara hræðilega og það er náttúrulega svona ákveðin kvíði í okkur af því að við erum búin að ganga í gegnum þetta einu sinni áður og það var ekki þægilegt. Og þá var Óskar sendur úr landi og með föður sínum eins og frægt er orðið og var á götunni í Kólumbíu í heila mánuð. Þannig að við getum ekki hugsað þá hugsun til enda að það sé að fara að endurtaka sig. Finnst ykkur, eða hafið þið fengið ykkur viðbrögð frá ráðuneytinu? Nei. Nei, við hefum ekki fengið nein viðbrögð frá ráðuneytinu og við höfum verið að reyna að hafa samband við Þorbjörgu og Guðmund Inga barnamálaráðherra og til að fá þau til að skoða málið og við bara trúum ekki öðru en að þau muni gera það enda er þessi ákvörðun alveg út í hött á okkar mati. Þarna er verið að meðhöndla barn eins og fullorðinn einstakling sé að ræða og bara til að mynda það að hann eigi að koma sér sjálfur úr landi innan 15 daga og sá frestur rennur út í dag.
bara það eitt og sér alveg út í hött. Fyrsta lagi þá hann sko peningalaus og allslaus, í öðru lagi og það sem mikilvægara er að 16 ára barn getur ekki stigið upp í flugvél eitt og sér og flogið eitthvað út í heim sko. Það er ekkert flugfélag sem samþykkir það. Hann hlýtur að vera ofboðslega hræddur. Já, hann er mjög óttasleginn og hann á mjög erfitt með að sofa, hann á erfitt með að slaka á. Leið og þessi brotti sem kom þá neitaði hann að fara í skólan, hann elskar að mæta í skólan. Þannig að þetta hefur gríðarleg áhrif og við erum náttúrulega búin að vera að vinna með hann og ná honum í að byrja að slaka á og við vorum komið með svefnin í lag og alls konar hreyfing og bara farin að líða rosalega vel og þá kemur þetta högg. Og þá einhvern veginn fer maður aftur í innan spíral sem við vorum í að stöðugur ótti hvar sem hann er, hvort hann verði tekinn og því hann náttúrulega það var búið að segja við hann á 3 stofnunum að það er ekki farið inn í skóla og tekið börn. En hins vegar mættu 4 óeinkennisklæddir lögreglumenn og tók hann inn á klósetti og fekk ekki eins og taka skólatöskuna sína. Þannig að hann er mjög óttasleginn og hræddur bara framtíðina, bara svona sér enga framtíð. Nei, og hlýtur að vera erfitt að treysta, ég ímynda mér það, því að það er svo mikilvægt að börnin treysta okkur, fullorðna fólkinu, að þegar börnin tapa traustinu einhvern veginn, þá er voðinn vís. Það er svona, þegar þau missa það. Hann treystir engum nema okkur. Hann er alveg löngu hættur að treysta það sem er sagt við hann. Og hann treystir einhver stofnunum og leiða hann á að mæta eitthvað stær í viðtalið eitthvað inn á skrifstofu hjá einhverjum með eitthvað. Þá bara fer hann í baklás, þá bara lokast hann og vill ekki tjá sig. Hann vildi náttúrulega til dæmis ekki koma hingað í dag af því að hann er bara hræddur að vera gripinn og keyrður beint til Keflavíkur og upp í flugvél. Hann var náttúrulega bara handtekinn í Flensborgarskólanum í haust, bara eins og móttíndan glæpamenn væri að ræða og færður í nokkurs konar gæsluvarðhald hjá Útlendingastofnun þangað til daginn eftir þegar flugvélin fór til Kólumbíu. Þannig að hann... Já, fyrir ekki gríp fram fyrir það er líka svo gali. Hann var tekinn, hann var geymdur í herbergi í 1,5 sólarhring, aðskilinn frá föður sínum, en svo er hann fluttur með einkaflugvél til Madrid og svo faraði með annarri flugvél til Kólumbíu og þar hann látið sitja í sömu sætaröð á pabba sinn, ofbeldismanninum sem hann var ekki búinn að hitta í marga mánuði. En hún þótti ekki óhætt að hafa hann í sama herbergi á meðan hann var að bíða til fluginu, en í fluginu voru látnir sitja saman. Já, þetta er ótrúlegt. Skökkum við. Það gerir það. Bara svona, ég er forvitin það, hvernig venjulegt fólk eins og þið, venjulegir Íslendingar, hvernig svona flækist maður inn í líf flóttamannsins? Nú þekki ég það persónulega, en mér langar svolítið að heyra það frá fleirum. Já. Þetta gerist náttúrulega bara þannig séð fyrir algjörða slysni að Óskar verður vinur barnan okkar, þau eru saman í skóla, í Setbergsskóla og hann fer að venja komu sínar heim til okkar og er að leika við börnin okkar og þannig okkur líka strax ofsalega vel við hann og bara indælis drengur og svo smá saman fyrir við að taka eftir einhverju einkennilegu í fari hans, það er að segja að hann vildi helst ekkert fara heim til sín á kvöldin og fleira í þeim dúr. Þá komumst við að því að hann var að verða fyrir ofbeldi af hendi föður síns og Já, það var bara svo margt. Það var, hann svaf í 3 klukkutíma á dag hjá okkur og kom til okkur og svo bara sofnaði hann og svaf og þá náttúrulega benti þetta sem hann væri ekki að fá neitt svefn. Hann var alltaf rosalega svangur og komst við að því að hann borðaði aldrei neitt. Þannig að hann var alltaf farin að vera í kvöldmat, svo var það klukkan 10 á kvöldin, svo var klukkan 12 og svo var hann bara farin að gista því hann vildi ekki fara heim. Þannig að það er svona... Já, hann fer bara ílengjast hjá okkur og smá saman hann bara, við náttúrulega tilkynum þetta til barnaverndar og það þurfti nú það valla til vegna þess að faðir hans beitti hann ofbeldi á flóttamannahótelinu sem þeir voru á og það var kært til lögreglu. Þannig að það fór ekkert á milli mála að hann var að lenda í erfiðum hlutum með föður sínum. En við einhvern veginn bara, hann fer að ílengjast hjá okkur og er hjá okkur bara meira og minna allt síðasta ár, þangað til að hann er sendur úr landi með föður sínum. Og svo þegar við fréttum að því að hann er í samband við okkur frá Kólumbíu og finnum það að hann er í stórkostlegri hættu, þá var náttúrulega bara ekki annað að ræða heldur en
að fara út og sækja hann og bara til að bjarga honum úr þessum aðstæðum sem hann var komin í, sko. Þannig að flóttabörn eru ekkert öðruvísi en okkar eigin börn. Nei, það svolítið, upplifun okkar að ég vil ekki úthúða allir í barnavernd Hafnarfjarðar. Þau eiga það ekkert skilið. Það fullt af góðu fólki í barnavernd Hafnarfjarðar sem er búin að vinna mjög góða vinnu. En þetta hins vegar var flóttateymi sem tilheyrir undir barnavernd Hafnarfjarðar og það er bara eins og að það er bara sér teymi fyrir börn sem er ekki með kennitölu. Og þau brugðist honum algjörlega. Þetta í rauninu bara, já. Já, það virðast bara gilda aðrar reglur erlend börn og sérstaklega flóttabörn heldur en íslensk börn. Og ég get alveg fullyrt það að ef að íslensk barn hefði verið beitt svona ofbeldi eins og Óskar lenti í, þá hefði verið tekið miklu fastar á því máli, sko. En að því að hér var flóttabarn að ræða, þá var eiginlega bara verið að þá var ekkert gert í því og málið var bara tafið þangað til hægt var að koma þeim úr landi. Það var bara, okkar tilfinningu svo að það var bara að hugsa við ætlum ekki að eyða tíma og peningum og orku í að venda þetta barn því að hann er kortið verið að fara að senda hann úr landi. Það var líka að tala að samskiptavanda væri að ræða. Það var ekki skrokka á honum og gekkst við ofbeldinu og fleira ofbeldi og í skýrslum flóttateymisins þá er talað samskiptavanda. Sem er mjög einkennilegt. Já. Faðir hans meira að skrifa undir yfirlýsingu að hann afsalaði sér forræði yfir honum og hann sagði líka þessu flóttateymi Hafnarfjarðar að hans fyrsta verk að skilja hann eftir á flugvellinum í Bogota þegar þeir kæmu út. Hann ætlaði sér ekki að hugsa hann þegar þeir kæmu út. Það verið auðveldara fyrir hann að fara huldu höfði án stráksins. Já. Og það var nákvæmlega sem hann gerði. Hann skildi hann bara eftir leið og hann kom út. Og þetta vissi flóttateymið hjá barnavernd Hafnarfjarðar. Hann var búinn að segja þeim þetta og það var ekkert mark tekið á þessu. Hann var samt sendur úr landi, sem er alveg með ólíkindum. Þeir eru með ólíkindum. Kannski fæ bara nöfnin ykkar svona að lokum? Já, Sonja Magnúsdóttir. Svavar Jóhanns. Takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Við fylgjumst með ykkur. Það er ótrúlegt með að Óskar er bara 16 ára gamall, hversu mikið ofbeldi hann hefur þurft að þola. Og það er kominn tími til að því linni. Ég er dóttir Svavars og Sonju og Óskar komin í líf okkar fyrir 1,5 ári síðan. Og þau tóku strax eftir að það var eitthvað ekki með beldu og í staðinn fyrir að láta sig það ekki varða, þá ákváðu þau að kanna máli sem að okkur ber skylda til þess að gera, við sem borgarar. Ef okkur grunnar að barn verði fyrir ofbeldi þá er það okkar skylda að tilkynna og gera eitthvað í málinu og þau gerðu það. Og þau tók hann inn og þau hafa fætt hann og klætt hann og hann vaknar á morgnana, hann fær morgunmat og þau hafa verið að borga fyrir íþróttir, föt, sama hvað það er. Og það skiptir engu máli hvað það kostar, eina sem skiptir máli er að búa til öruggt skjól fyrir barn. Þau sáu að barn þurfti á aðstöðu að halda og það er það sem þau gerðu, þau stigu inn í og þau gerðu það, því það er sjálfsagt. Það er gjörsamlega sjálfsagt. Og þessi drengur er yndislegur, hann er dásamlegur. Og það að þessi komið fram með eins og glæpamann, það að þessi handtekinn, það er ekki í lagi. Og við búum í samfélagi þar sem að við viljum ekki samþykkja að þetta sé í lagi. Við viljum það ekki, hvorki í dag og ekki á morgun. Og já, aftur vil ég segja takk kærlega fyrir að koma. Því að ef maður tekur ekki afstöðu og ef maður segir ekki neitt eða gerir ekki neitt, þá er maður bara meðvirkur með óréttlæti. Og með því að taka afstöðu, þá erum við að sýna í hvernig samfélagi við viljum búa, hvers konar manneskjur við viljum vera. Og við viljum ekki búa í samfélagi þar sem að börn eru beitt ofbeldi, þar sem að börn eru send aftur til síns heimaland sem að er í rauninni ekki lengur hans heimaland. Hér á hann heima, hér á hann fjölskyldu, hér á hann vini, hér gekk hann í skóla. Hér vaknar hann öruggur með fólki sem að elskar hann og vill allt fyrir hann gera. Það hefur hann ekki í Kólumbíu. Og Ísland skrifaði undir barnasáttmálann árið 1990, hann tók fullgildi 1992 og það stendur að það skal vernda börn. Það stendur að það má ekki senda börn í óöruggar aðstæður. Það stendur að það á að búa flóttabörnum, fylgdarlausum flóttabörnum vernd. Þannig að ég segi að Ísland á að fylgja þeim samningum sem það skrifar undir. Það á að fylgja lögum. Þannig að ég aftur segi takk kærlega fyrir að koma hér í dag og takk fyrir að taka afstöðu. Takk. Komið sæl öll og
Takk ykkur kærlega fyrir að koma hérna og sýna þessu máli Óskars stuðning. Ég heiti Svavar og hérna hún Sonja mín og við erum eiginlegir fósturforeldrar Óskars, að við köllum okkur allavega. Við erum hér samankomin til þess að reyna að biðla til stjórnvalda að snúa þessari ákvörðun Útlendingastofnunar við sem að okkar mati einfaldlega alveg út í hött. Hér um barn að ræða sem á engan samastað og það á að senda það út í óvissuna í annars sinn og í bara mikla lífshættu. Í stað þess að sýna bara miskunn og fara eftir þessum barnaverndarsáttmála sem við eigum aðild að. Óskar á hérna vernd og griðarstað hjá okkur og við erum tilbúin að hugsa hann og við elskum hann og hann er búin að búa hjá okkur meira og minna í 1,5 ár. Þannig að við sjáum engin rök fyrir því að það þurfi að senda þennan dreng úr landi. Hann er klárlega í mikilli hættu að hann fer aftur til Kólumbíu. Hann lenti í hræðilegum hlutum í haust þegar hann var sendur þangað út með föður sínum og við trúum ekki öðru en að Þorbjörg og Guðmundur Ingi, barnamálaráðherra, beiti sér í að vernda þennan dreng. Þakka ykkur aftur kærlega fyrir að koma og styðja okkur í þessu. Mér finnst það skrítið lögfræðilega atriði í en ég ætla ekki tala lögfræðilega atriði þar sem aðrir eru sérfræðingar. Mig langar frekar að tala gildi mannúðar og kærleika í máli Óskars og í samfélagi okkar. Með lögum skal land byggja, segjum við. Mér finnst það rétt. Ég virði að starfsfólk undir dómsmálayfirvöldum vinni daglega með þetta slagorð. En raunar byggist land eða samfélag ekki aðeins á lögum. Samfélag vantar fleiri hluti, meðal annars mannúð eða kærleika. Við erum nýbúin að fagna páskahátíð, en hvað kjarni páskanna? Það náð Guðs sem vill bjarga mönnum úr bandsamlegum syndum. Gerði Guð það vegna þess að það hefði verið lögbundið? Nei, Guð gerði það vegna kærleika. Mannúð eða kærleiki ekki bundin við lög. Hins vegar heldur ekki hægt að byggja samfélag aðeins með kærleik. Samfélag vantar ákveðna skipulagning til að halda öllu ráð og reglur. Þannig kærleiki og lagakerfi í sambýli hvort við annars í samfélagi. Samfélag sálkunast væði lagakerfis og kærleika eða mannúðar. Þessa dagana sjáum við mörg atvik morð eða ofbeldi í kringum okkar. Slík atvik brjóta lög auðvitað, en samtímis brjóta þau einnig hjörtu okkar allra í samfélaginu. Þegar slæm atvik á sér stað, verðum við sem erum ekki beint fórnarlömb sæld líka. Og það sem græðir sársauka okkar kærleiki annarra og mannúð. Kærleikin sem við sjáum hjá Svövu og Sonju í máli Óskar samtímis orðinn kærleiki til okkar allra í samfélaginu og græðir sársauka okkar. Út af svona kærleika góðs fólks getum við haldið áfram í daglegu lífi okkar. Ég skora á stjórnendur í dómsmálayfirvöldum að endurskoða máli Óskars einu sinni enn og reyna að horfa á stærri mynd málsins. Óskar nýorðinn 17 ára saklaus drengur. Dvöl hans á Íslandi ekkert álag
isländska rikes och skada hans munni enskis. Tvärtemot är Sydalgorden att visa Oscar i urlandet till Colombia. Fyrirsjáanlega skaðleg. Við fordæmum það sem gerist núna í Gaza. Verðum við að viðurkenna að algoritm sem brottvísun Oscars í eðli sínu af sama toga. Þessi brottvísun eyðileggur ekki aðeins líf Oscars, heldur líka hjörtu Svövu, Sonju og margra annarra Íslendinga sem vilja lífa með kærleika, sem vilja viðhalda Ísland, þeim þjóð með mannars. Stóð við brottvísun Oscars og leyfið honum að búa á Ísland. Takk fyrir. Sæl og blessu og takk fyrir að vera komin hingað saman. Ég ætla að lesa hérna yfirlýsingu íslenskra presta og djákna á Íslandi í Íslensku þjóðkirkjunni. Og þetta er til stjórnvalda á Íslandi. Við undirrituð vígðir prestar og djáknar í Íslensku þjóðkirkjunni lýsum yfir samstöðu með þeirri fjölskyldu sem nú fer fram á varanlegt varaleyfi fyrir Óskar Anders Flórez Bocanegra. Forsaga málsins er samkvæmt lýsingu fjölskyldunnar sú að Óskar Anders Flórez Bocanegra, 17 ára drengur frá Kólumbíu, stendur nú frammi fyrir því að vera vísa á landi í annað sinn. Óskar kom hingað árið 2022 ásamt föður sínum og móðir hans er ekki til staðar í lífi hans. Og faðir hans var tilkynntur fyrir ofbeldi á hans hendur og hefur afsalað sér formlega forsjá hans. Þrátt fyrir það var Óskar sendur úr landi með föður sínum síðastliðið haust. Í Bogotá gripu hann engin barnaverndar yfirvöld og hann endaði því einn á götunni, óvarinn, einmana og hræddur. Fósturfjölskylda hans á Íslandi kom honum aftur heim til Íslands þar sem hann hefur notið öryggis, skólagöngu og umhyggju. Þar til nú þegar stendur til að vísa honum aftur úr landi. Við sem þessa yfirlýsingu undirritum eigum ekki beina aðkomu að málinu, en við teljum okkur skylt og ljúft að sýna málstað þessa barns samstöðu. Íslenska þjóðkirkjan er evangelisk-lútersk kirkja og sem slíkri ber henni að miða erindi sitt við ritskýringu Biblíunnar. Við, prestsvígslur, lofa vígsluþegi að standa vörð æskulífi og styðja lítilmagna og hjálpa bágstöddum, auk þess að rannsaka ritningarnar og lifa eftir þeim. Við djáknvígslu að styðja, styrkja og þjóna. Í siðfræði Gamla testamentisins er lögð áhersla á umgengni við útlendinga og í sama kafla og Jesús nam orðin, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, úr 3. Mósebók 19. kafla og 18. versi, er jafnframt að finna þá kröfu að aðkomu maður sem dvelur hjá ykkur skal njóta sama réttar og innborinn maður. Þú skalt elska hann eins og sjálfan þig, því að þið voruð aðkomumenn í Egyptalandi. Ég er drottinn Guð ykkar. Í kennslu Jesú eru börn í forgrunni, sem fyrirmyndir og sem skjólstæðingar okkar. Leyfi börnunum að koma til mín, varði þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þá er siðfræði Biblíunnar dregin saman í orðum Jakobsbréfsins sem segir að hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði föður er að vitja munaðarlausra og ekna í þrengingum þeirra. Kirkjan fagnar nú gleðidögum en þeir eru haldnir í ljósi upprisu-hátíðar páskana og að undangenginni föstu, þar sem samfélög og einstaklingar eru hvött til að iðka miskunnsemi og rækta kærleika í garð allra. Sú fjölskylda sem nú berst fyrir velferð Óskar Anders Flórez Bocanegra og hefur veitt honum skjól í þrengingum sínum, birtir með beinum hætti þá dygðarsiðfræði sem Biblían kennir. Og við tökum undir þá kröfu að honum verði veitt
varanlegt dvalarleyfi hérlendis. Takk fyrir. Ekki hægt að festa þessa þarna hérna. Jú. Þetta var flott hjá okkur. Og við vonum að hún taki vel í þetta erindi og skoði málið nánar og gera allt sem hún getur til að vernda hann Óskar okkar. Heyrðu, ég kem þessu til skila. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Mér langar líka, ég er ekki rosalega hrifin að því að tjá mig opinberlega, en mér langar samt rosalega mikið að þakka ykkur öllum hérna og fyrir stuðningi sem við erum búin að fá. Við erum gjörsamlega orðlaust yfir þessum stuðningi sem við höfum fengið. Bara, og þetta er líka svo gott fyrir Óskar, hann er búin að vera skilaboð frá ókunnugu fólki. Hann trúði ekki að það væri til gott í fólki í heiminum nefnum bara við og hann er búin að fá staðfestingu á því núna að það er til gott fólk og við getum gert þetta saman. Ég vona svo innilega að þetta fái góðan endi. Takk. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.